Leysum jöfnuna fyrir x. Hér erum við með x í fjórðaveldi pluss 4x í öðru jafnt á 12. Við þurfum að laga jöfnuna aðeins til, við þurfum að færa 12 yfir samsemmerkið og þá breytist hún í -12 og eftir stendur jafnt á 0. Þannig að hér erum við komið með jöfnuna upp á nýtt, þar sem að 12 flyst yfir. Ég þarf að gera meira. Hér er jöfnan í fjórðaveldi sem þýðir að mögulega er ég með alltaf 4 lausnir á jöfnunni. En ég hef enga leið til þess að leysa jöfnuna í augnablikinu nema eina leið til þess að finna út hvað x er í raun og veru. Og það er með því að plata jöfnuna. Mér langar nefnilega að gera x í öðruveldi jafnt á t. Eða öðrum orðum, t er jafnt á x í öðruveldi. Sem þýðir að x í fjórðaveldi verður jafnt á t í öðruveldi og x í öðruveldi hér verður jafnt á t í fyrsta veldi. Þannig að ég endurskrifa jöfnuna hér, t í öðruveldi pluss 4t, 12 er komin yfir, hún er þá -12 jafnt á 0. Hérna er ég komið með annarstigsjöfnu og hana getur leyst á mjög þægilegan máta. Förum í gegnum d-regluna. A, B, C og reiknum út d-ið. A-ið er pluss 1 af því það er 1t í öðruveldi. B-ið er 4 af því það er pluss 4t í fyrsta. Og C-ið er -12. Setjum upp d-ið. D er jafnt á b í öðruveldi -4 sinnum a sinnum c. Setjum inn tölurnar í staðin fyrir a, b og c. Þannig að í staðin fyrir b kemur 4, setjum það í annarveldi. -4 sinnum 1 sinnum -12, sem þýðir að þetta verður 4 í öðruveldi er 16 og -4 sinnum 1 sinnum -12 verður pluss 48. 16 pluss 48 er jafnt á 64. Þannig að d er jafnt á 64. Þá skulum finna lausnirnar á t-inu. Þetta er lausnirnar á t-inu, ekki x-inu, heldur á t-inu. Fyrsta lausnin á t-inu er þá, setjum upp -b pluss kvadratrótin d deilt með 2a og hin lausnin sem ætti þá að vera númer 2 en ekki 1 líka. Svona. Hún er nákvæmlega eins nema það er mínus hérna á milli. Setjum inn það sem við vitum. Þessi mínus verður að vera, þannig að þetta er -4 pluss kvadratrótin 64 deilt með 2 sinnum 1. Þannig að tölurnar fyrir b, d og a eru komnar hérna. Sama gerist í seinni hluta jöfnunar. B er 4, d er 64 og a er 1. Nú við skulum reikna þetta út. -4 kemur hér, kvadratrótin 64 er 8, 2 sinnum 1 er 2, þannig að -4 pluss 8 eru 4 og það deilt með 2 er jafnt og 2. Þannig að hér er önnur lausnin á t-inu komin. Nú skulum við reikna hina. Það er þá -4 mínus kvadratrótin 64 deilt með 2 sinnum 1 eða -4 - 8 deilt með 2. -4 - 8 eru -12 og það deilt með 2 er jafnt og -6. Þannig að hér er ég komið með 2 lausnir á t-inu. En mundu, t var jafnt á x í öðruveldi. Þannig að setjum aðra lausnina 2 inn í staðin fyrir t-ið og leysum x-ið. Þá fæ ég út 2 lausnir. Ég tek kvadratrótina að báðum megin. Þá fæ ég út að x-ið getur verið pluss kvadratrótin 2 eða mínus kvadratrótin 2. Ljómandi, hér er ég komið 2 lausnir á x-inu. Hvað með hina lausnin á t-inu? Setjum -6 í staðin fyrir t-ið og reynum að finna út lausn á x-inu þar. Ef ég tek kvadratrót báðum megin, þá get ég það hægra megin, en ekki vinstra megin, því kvadratrótin er -6. Ég get ekki tekið kvadratrót þar. Þannig að þá er svarið þar, það gengur ekki, x í öðruveldi getur ekki verið mínustala. Þannig að einu lausnirnar eru að
x sé pluss kvaradrótin af 2 eða mínus kvaradrótin af 2.